Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 209 og segi fund hér með settan. Í dag ákveðin tímamót en nú fundi sveitarstjórnar í fyrsta skipti streymt beint og geta því áhugasamir því bæði hort og hlusta á fundin en hlekkin má finna inn á heimasíðu sveitarfélagsins. Til fundarins mættir aðalmenn Guðveig Eyglóardóttir, Davíð Sigurðsson, Finnbogi Leifsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Magnús Smári Snorrason og sú sem hér talar og stýrir fundi Lilja Björg Ágústsdóttir. Varamaður að þessu sinni Orri Jónsson í fjarveru Sigrúnar Ámundadóttur. Starfsmenn fundarins Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri og Flosi Hrafn Sigurðsson sviðsstjóri. Forseti óskar í upphafi eftir að fá að bæta inn með afbrigðum einum lið á dagskrá en hann ber heitið Rýni stjórnskipulags og skipurits sveitarfélagsins og kæmi þá inn sem dagskráliður 10. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytingu á dagskrá vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá dagskrá þessa ágæta fundar í 16 liðum. En okkur ekkert að vanbúnaði og göngum því til dagskrár. Það fyrsta mál, númer 2012-077 og ber heitið tekjumörk vegna afsláttar á fasteignaskatti 2021. Þar að ræða afgreiðslu frá fundi byggðarráðs númer 547, þar sem byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillögur að tekjumörkum vegna afsláttar elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við framlagða tillögu. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og því liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu tekjumörk vegna afsláttar af fasteignaskatti elli- og örorkuþega á árinu 2021 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 2 en hann númer 14.01.005 og ber heitið reglur fjárhagsaðstoð. Hann í 2 liðum. Þetta ræða afgreiðslu 110. funda velferðarnefndar. Þar samþykkir nefndin breytingar á 7. grein reglna Borgarbyggðar fjárhagsaðstoð en í stað þess að tengja hækkun grunnfjárhæðar við launavísitölu síðastliðins desembermánaðar verði hún framvegis tengd við launavísitölu í síðastliðnum nóvembermánuði. Nefndin samþykkti einnig breytingar á 7. lið 11. greinar varðandi útfararstyrki. 7. liður hljóði þá svo: veita fjárhagsaðstoð vegna útfararkostnaðar þegar eignir eru ekki til staðar í búi hins látna til að mæta útfararkostnaði. Umsækjandi skili staðfestingu frá sýslumannsembættinu á fjárhagsstöðu búsins og þar með komi fram hversu mikið til í búinu til að gangi upp í útfararkostnað eða veiti heimild fyrir að þeirra upplýsinga sé aflað hjá sýslumanni. Forseti biður leyfi til að fá að bera báðar þessar breytingar undir fundin í einu og ég ætla að biðja þá fulltrúa sem samþykkja það vinsamlegast að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Að því sögðu gef ég orðið laust þennan dagskrárlið, kæru fundamenn. Silja Eyrún hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Silja. Forseti og aðrir fundamenn, ég ætla aðeins bara að fara yfir það sem við erum að breyta í þessum reglum. Varðandi 7. greinina þá erum við að breyta að nota grunnvísitölu í nóvember í staðinn fyrir desember. Það raun og veru svo hægt að byrja að vinna bara áramót með þessa grein. Eldri greinin varðandi fjárhagsaðstoð vegna útfararkostnaðar var svona: veita fjárhagsaðstoð vegna útfararkostnaðar þegar eignir eru ekki til staðar í búi hins látna og ættingjar geta ekki séð greiðslu kostnaðar. Og það raun og sú setning sem við erum að taka út og svo hún í raun og veru eins þannig í restina nema að þarna kannski breytum við yfir í að þessi líka veitt heimild til þess að hægt að afla þessar upplýsinga. Þannig að þetta svona eiginlega svona til að útskýra aðeins betur hvað við erum að gera. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu 110. fundar velferðarnefndar á breytingum og reglum borgarbyggðar fjárhagsaðstoð. Sveitarstjórn samþykkir nýja reglu borgarbyggðar fjárhagsaðstoð samanber 21. greinar laga nr. 40/1991 félagsþjónustu sveitarfélaga og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja þessar breytingar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 3 á fundardagskrá. Hann númer 21.1009 og ber heiti Lán frá Lánasjóði sveitarfélaga. Það að ræða afgreiðslu frá 549. fundi byggðaráðs, en þar kemur fram að í fjárhagsáætlun borgarbyggðar fyrir árið 2021 gert ráð fyrir að sveitarfélagið og undirstofnanir þess taki alltaf 400 milljón króna láni á árinu. Byggðaráð samþykkir að sótt sé lán að þessu sinni upp á 200 milljónir króna. Í kjölfari felur byggðaráð sveitarstjóra að leggja lánaskilmálana fyrir sveitarstjórn til samþykktar og því tillagan komin hér fyrir fundin í dag. Ég ætla bara að byrja á því að gefa orðið laust. Guðveig Eyglóardóttir biður orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Mér langar til þess að gera grein fyrir því að ég sat hjá við afgreiðslu þessa máls og reynda var það þannig að fulltrúar Framsóknarflokksins sátu hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar borgarbyggðar fyrir árið 2021 og eina af ástæðunum fyrir því að ég sat hjá við afgreiðslu þessa máls að mér fannst ekki koma skýrt fram hvað kostnaði væri verið að mæta og ég meðal annars spurði út í það hvort að hér var verið að mæta kostnaði sem hefði fallið til á síðasta ári og fékk ekki skýr svör það og mér finnst það eiginlega grundvallar atriði að þegar að sveitarfélagið að sækja lán að sveitarstjórnarfulltrúar fái nákvæmlega skýringar á því hvað verið að fara að setja lánið nákvæmlega í og það eiginlega grundvallar atriði til þess að sé hægt að samþykkja lán. En þetta þýðir ekki það að við séum á móti framkvæmdum, heldur það bara skylda okkar, sveitarstjórnarfulltrúa, að vera upplýstur það nákvæmlega hvernig eigi að ráðstafa því fé sem verið að taka til láns. Og það meðal aðalforsendu fyrir því að ég sat hjá við afgreiðslu þessa máls. Og það bara svo ég endurtaki það er skylda okkar, sveitarstjórnarfulltrúa, að taka upplýstar ákvarðanir. Og mér finnst ekki nóg að segja að það eigi að mæta kostnaði við framkvæmdir. Það kom fram að það verið að mæta kostnaði við yfirdráttarheimild líka. En við þurfum bara að fá miklu skýrari upplýsingar það nákvæmlega hvað verið að mæta, hvort það sé verið að mæta kostnaði sem féll til á síðasta ári eða hvernig að ráðstafa fjármununum og hvenar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust að nýju. Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórn og sveitarstjórnarfulltrúar, það verið að taka í rauninni í fjárhagsáætlun 2021 gert ráð fyrir 400 milljónir króna lántöku. 200 milljónir verið að taka núna og þetta fyrir framkvæmdum ársins 2021 og í rauninni endurfjármögnun hluta lána. Þetta ekki fyrir rekstri eða framkvæmdum ársins 2020, heldur þetta vegna af framkvæmda og reksturs ársins 2021. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Mér finnst bara sjálfsagt að skoða það með hvað hætti þetta kom inn á byggðaráð og að við skoðum það bara í framtíðinni og aftur í tíman hvernig þetta hefur verið gert. En mér finnst bara alltaf að skoða það með þessu Guðjón nefndi að við setjum það kannski skýrari merki með það nákvæmlega í hvað lánin að fara. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég gef orðið laust að nýju. Magnús Mári hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Magnús.
Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég ætla að taka til máls hér undir þessum lið 3 lán frá Lánasjóði sveitarfélaga en það kemur nú fram í þessu minnisblaði og eins og hefur verið nefnt hérna af sveitarstjóra í hvað lánið á að fara. Það er náttúrulega fjárhagsáætlun sem að gerir ráð fyrir framkvæmdum sem að taka til sín fjármagn. Þannig að það er þótti sjálfsagt tímabært að taka lán til þess að koma með það inn núna til þess að geta staðið undir þeim. Auk þess sem að þessi annað lán, eða sem sagt yfirdrátturinn, þessi 30 milljónir er hagstætt að greiða það upp. Svo náttúrulega koma ársreikningar og fjárhagsyfirlit inn á fund byggðarráðsins sem er að fara yfir nákvæmlega stöðuna, þannig að það ætti að vera hægt að sjá það betur í hvað fjármunirnir er að fara í gegnum það. En ég vek líka bara athygli á því að þetta er eingöngu hluti af lántökunni sem áætlað er á þessu ári og að vaxtaskilyrði eru einstaklega hagkvæm í þessum lánum og þar af leiðandi í rauninni skynsamlegt að gera þetta á þessum tímapunkti. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Ég gef orðið laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá ætla ég að fá að bera upp bókunina. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga höfuðstól krónur 200 milljónir króna með lokagjalda þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sveitarstjórn hefur kynnt sér. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að til tryggingar láninu þar höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu og húsnæðis fyrir skóla og leikskóla og lagningu ljósleiðara í dreifbýli sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 150 frá 2006. Jafnframt Þórdísi Sif Sigurðardóttur sveitarstjóra kennitala 180378 4999 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Borgarbyggðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það eru 5 sem að samþykkja. Biðja þá sem á móti kunna vera að gefa merki. Það eru 4 fulltrúar sem sitja hjá. Og þá erum við komin að dagskrárlið 4. Hann er númer 2010-082 og ber heitið Þórdísabyggð 31, landnúmer 194017, umsókn byggingarleyfi frístundahús. En þar er að ræða afgreiðslu 20. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Nefndin samþykkir erindið, enda liggja fyrir skrifleg samþykki lóðarhafa Þórdísabyggðar nr. 425, 30 og 32 sem eru á mati nefndarinnar þeir lóðarhafar sem hafa hagsmuna að gæta í málinu. Samþykki nefndarinnar er með þeim áskilnaði að skila verði vottuðu samþykki aðliggjandi lóðarhafa og vísar þar með þeirri ákvörðun sinni til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og samþykkir að gefið verði út byggingarleyfi fyrir byggingu frístundahús að Þórdísabyggð 31 að öllum skilyrðum uppfylltum. Enda liggi fyrir skriflegt samþykki lóðarhafa Þórdísabyggðar nr. 4, 25, 30 og 32 sem eru að mati skipulags- og byggingarnefndar þeir lóðarhafar sem hafa hagsmuna að gæta í málinu. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að dagskrárlið 5. Hann er númer 2101-041 og
ber heiti Sundabraut áskorun á stjórnvöld. En þannig mál með vexti að Sundabraut hefur verið mikið til umræðu hjá Vestlendingum síðustu árin og að ræða framkvæmd sem þessu svæði mjög mikilvæg og yrði mikil samgöngubót fyrir íbúa á þessu svæði og gæti haft afgerandi áhrif á byggðaþróun til næstu ára. En að því sögðu þá gef ég orðið laust. Einhver vill taka til máls varðandi Sundabrautina. Við erum líka með bókun sveitarstjórn sem hún áhuga á að leggja fram og það spurning hvort einhver vill fylgja nú hlaði frekar. Guðveig Eyglódóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og sveitarstjórn, eins og okkur öllum kunnugt að þá hefur umræða Sundabrautina verið í loftinu í ansi mörg ár og varla verið það haustþing SSVAF og fundir sem að þetta hefur ekki verið rætt og verið ályktað þetta í mörg ár. Staðan hefur verið þannig til langs tíma að það hefur verið viðræður á milli Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar með hvaða hætti þau vilja sjá hönnunina á þessu skipulag og sveitarfélögin í kringum höfuðborgina hafa svo sem ekki verið að íhlutast neitt það og verið sammála það að það væri úrlausnarefni Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar hvernig væri best að hanna þetta, en við eins og aðrir erum orðin svona óþreyjufull að fara að sjá eitthvað koma út úr þessu vinnuhóp sem hefur verið starfandi og eðlilega eru kannski ekki allir sammála innan Reykjavíkurborgar með hvað hætti skuli gera þetta. En við teljum það sé gríðarlega mikilvægt að þetta mál komist á einhvern rekspöl. Þetta að sjálfsögðu mjög tímafrekt verkefni og hönnun á þessu og framkvæmdir munu líklega taka mörg ár og hafa mikið áhrif á skipulag Reykjavíkurborgar. En sú bókun sem ég ætlaði að leggja hér fram fyrir hönd sveitarstjórnar held ég í rauninni áskorun það að þetta mál sé rekið frekar áfram og ég ætla að lesa bókunina sem svohljóðandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar skorar á Vegagerðina og Reykjavíkurborg að leggja fram hið fyrsta áætlanir lagningu Sundabrautar svo raunhæfur undirbúningur og framkvæmdir geti hafist. Sundabraut mun bæta umferð til og frá höfuðborginni og auka umferðar og almannaöryggi til mikilla muna. Verkefnið þolir ekki frekari bið og mikilvægt að ýta því úr vör sem allra fyrst. Og ég legg til að forseti sveitarstjórnar sem jafnframt formaður SSVAF, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, taki þessa bókun sveitarstjórnar Borgarbyggðar með sér á næsta fund hjá stjórn SSVAF og athugi hvort að fulltrúar þar vil ekki taka undir þetta. Það bara nauðsynlegt að það sé þrýstingur frá sveitarfélögunum í kring. Það hefur sýnt sig að sá þrýstingur sem að sveitarfélögin sýndu varðandi Kjalarnes held ég að hafi orðið meðal annars til þess að þeirri framkvæmd var flýtt og hún komin af stað. Þannig að við getum ýmislegt áorkað með sameiginlegu afli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig og kannski bara aðeins að bæta við þetta því að ég sit nú líka sem formaður í starfshóp sem að endurskoða samgönguáætlun og þetta verkefni tíðrætt þar inni. Við fengum þær upplýsingar á síðasta fundi að sú vinna sem hefur verið í gangi inn í starfshópnum að klárast og þeir reikna með að geta kannski skilað af sér mánaðamótin og það hefur verið mjög mikil og góð vinna inn í þessum hóp og ég held að við munum fá kannski bara fyrst og fremst eitthvað svona raunhæfar og góðar hugmyndir sem verður hægt að vinna út frá í kjölfarið. Og þá skiptir miklu máli að þrýsta á þau verkefni og við reynum að fá þeim forgangsraða framar. En ég sjálfsög tek áskoruninni og mun taka þetta mál upp inn í stjórn SSVAF líka. En ég gef orðið laust þennan dagskrárlið.
Það virðast ekki fleiri kveða sér hljóðs. Þá liggur fyrir bókun. Vill fundurinn að ég lesi bókunin upp aftur áður en við greiðum atkvæði? Nei, það er allir sammála það. Þannig að ég bið þá bara þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða og því lögð fram í nafni sveitarstjórnar Borgarbyggðar. En þá erum við komin að lið 6 á fundardagskrá. Hann er númer 2012-12-3 og ber heitið Jarðlangsstaðir námuleyfi umsókn. Þar er að ræða afgreiðslu frá 20. fundi skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin samþykkir að veita leyfi fyrir námu í landi jarðlangsstaða. Enda verði lagt fram undirritað samþykki landeiganda, magn verði innan þeirra marka sem fellur undir það að vera minniháttar efnistaka til eigin nota, skila verði nauðsynlegum gögnum vegna framkvæmdaleyfis, sem sé hnitsettum uppdrætti sem sýnir lóðamörk námusvæðis og upplýst verði hvernig gengi verði frá námu að vinnslutíma loknum. Og er þessari ákvörðun vísað hér með til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þessa afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og samþykkir að veitt verði leyfi fyrir námi í landi jarðlangsstaða. Með fyrirvara að lagt verði fram undirritað samþykki landeiganda, magn verði innan þeirra marka sem fellur undir það að vera minniháttar efnistaka til eigin nota og skila verði gögnum vegna framkvæmdaleyfisins, sem sé hnitsettum uppdrætti sem sýnir mörk námusvæðisins og upplýst verði hvernig gengi verði frá námu að vinnslutíma loknum. Ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að dagskrálið 7 á þessum ágæta sveitarstjórnarfundi og hann er númer 2012-094 og ber heiti Laugaland 1, landnúmer 134894, stofnun lóðar Laugaland 2. Þar liggur fyrir afgreiðsla 20. fundar skipulags- og byggingarnefndar. En þar leggur nefndin til að erindið verði samþykkt með þeim áskilnaði að gengi verði frá kvöð og aðgengi og umferð þar sem við á. Einnig að skila verði vottuðu samþykki eiganda aðliggjandi lands fyrir hnitum nýju spildunar. Endanlegri afgreiðslu er vísað til sveitarstjórnar hér með. Ég gef orðið laust þessa afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og samþykkir stofnun nýrrar lóðar úr landi Laugalands 1. Landeigandanúmer 134894 með þeim áskilnaði að gengi verði frá kvöðum aðgengi og umferð þar sem við á. Einnig að skila verði vottuðu samþykki eiganda aðliggjandi lands fyrir hnitum nýju spildunar. Ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrálið 8. Hann er númer 2012-087 og ber heiti niðurfelling lóðar, Beigaldaland, landnúmer 174720. Þar er að ræða afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar þar sem þeir leggja til að erindið verði samþykkt. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og samþykkir umsókn að lóð úr landi Beigalda. Það er lóðin Beigaldaland, landeigandanúmer 174720 verði afskráð og þeir matslutar sem á henni standa verði færðir undir jörðina Beigalda, landeigandanúmer 134998. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem eru samþykkir framkominni bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrálið 9 og hann er númer 2011-103 og ber heiti Miðháls 5 byggingaráform. Þar liggur fyrir afgreiðsla 20. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til að láta fara fram grenndarkynningu vegna málsins, að grendar kynnt verði fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða og að málsmeðferð verði samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og er þeirri ákvörðun hér með vísað til sveitarstjórnar. En ég gef orðið laust þessa afgreiðslu nefndarinnar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og samþykkir að fara fram á grenndarkynningu vegna umsóknar um leyfi til viðbyggingar við sumarhúsi að Miðhálsi 5. Landeigandamúmer lóðarinnar L187-547. Grenndarkynnt verði fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða, samanber 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 10. Hann ber heiti rýni stjórnskipulags og skipurits sveitarfélagsins. En Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri ætlar að fara yfir þær breytingar sem framkvæmdar hafa verið í samræmi við breytingar og endurskipulagningu á stjórnskipulagi Borgarbyggðar. Og ég ætla bara að gefa Þórdísi Sif orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Það virkilega gleðilegt að standa hérna uppi í dag og fara yfir þær breytingar og það sem hefur gerst núna frá því að við samþykktum skipuritsbreytingar 3. september 2020 á sveitarstjórnarfundi nr. 202 sem var haldinn 3. september. Þá var ákveðið að samþykkja þær tillögur sem komu frá Arkur skipuritsbreytingar sem voru unnar í samráði við sveitarfélagið. Staðan svo núna að nýtt skipurit tók gildi 1. október 2020 og hjá sveitarfélaginu eða í ráðhúsinu eru því 3 svið. Það fjármálasvið, það fjölskyldusvið og svo stjórnsýslu og þjónustusvið. Eiríkur Ólafsson sviðsstjóri fjármálasviðs og fjármálastjóri. Hlöðveri Gunnarsson sem kom til starfa í september sviðsstjóri fjölskyldusviðs og Flosi H. Sigursson sviðsstjóri stjórnsýslu og þjónustusviðs og bæjarritari og hér með okkur í dag en hann hann kom til starfa miðjan nóvember. Með Flosa kom jafnframt aukin lögfræðileg þekking innan hús sem jafnframt var lagt fram í skýrslunni í tillögunum. Það var búin til skrifstofa sveitarstjóra og á skrifstofu sveitarstjóra starfa auk mín María Neves samskiptastjóri og Sofía Dagbjört Jónsdóttir gæða- og mannastjóri en hún hóf störf í upphafi árs. Drífa Gústafsdóttir skipulagsfulltrúi kom til starfa líka núna í upphafi árs og svo Guðný Elíasdóttir deildarstjóri skipulags- og byggingamála tekur til starfa í byrjun febrúar. Þegar að Guðný kemur þá í rauninni þessari röð ráðninga lokið hjá okkur í bili og vonum við þurfum ekki fara í mikla breytingar í viðbót heldur getum við nota bara tíma núna í það að byggja upp gott og sterkt heimi í tengslu við þessar breytingar. Með breytingunum það ekki aðeins verið að gera breytingar á sviðum eða starfsfólki heldur verið að gera breytingar í rauninni á þjónustu, viðmóti og framsetningu stjórnsýslunar. Það sem í vinnslu núna að stofna þjónustuver en það verið að stofna það núna og tekur til starfa 18. janúar, á mánudaginn. Og með því móti þá afgreiðslufulltrúar og skjalastjóri fá aukið hlutverk við þjónustu við viðskiptavini og áætlaða þekking þjónustuvers verði til þess að geta veitt mun betri upplýsingar svona í fyrstu snertingu þegar fólk kemur inn á gólfið til okkar eða hringir til okkar. Þannig að það sé í rauninni færri skref sem fólk þarf að taka til þess að fá þær upplýsingar sem þeir sækjast eftir. Það búið að tilkynna starfsfólki þetta og það verið fundir í ráðhúsinu í fyrramáli þar sem við förum bara betur yfir þessar breytingar. Með breytingunum þá breytist líka opnunartíminn og opnunartími ráðhúsins verður frá 9:30 til 15 alla virka daga þannig að það verður frá og með mánudeginum opið í hádeginu sem ætti að vera í rauninni bragarbót fyrir viðskiptavin okkar að geta nýtt þá tíman í hádeginu til þess að koma og fá þá þjónustu sem þeir óska. Vinna við gæðahandbók hafin og það Sofía Dagbjört sem leiðir vinnu við gæðahandbók. Við erum að setja upp verkferla og verkferlagerð hafin. Þetta náttúrulega langhlaup en ekki spretthlaup. Það tekur svolítið tíma að búa til verkferla fyrir öll okkar verkefni en við erum að forgangsraða þeim þessa dagana
og við erum bara frekar bjartsýn með það, með áframhaldi í því. Og þetta við erum svona að skoða líka hvort við erum að fara í sérútboð í gæðakerfi eða hvernig við ætlum að halda utan gæðahandbókina. Gæða- og mannustjórnin hefur yfir umsjón með þessari umbótavinnu en ferlavinnan sjálf fer fram í teymum á sviðunum og svona þvert á sviðin. Þannig að þetta mikil samvinna í gangi. Starfsþróunarsamtöl eru að fara á stað í næstu vikum í Ráðhúsinu. Endurskoðun starfslýsinga í samráði við jafnlaunavottun sem að klárast og erum við að vinna í rauninni að þessu hörðum höndum núna. Næstu skref eru kannski þau að við erum að fara vel yfir tölvu- og tæknimál sveitarfélagsins á næstu mánuðum og verklag varðandi tölvu umsjón erum við að reyna að skýra núna og það kannski ágætt bara að segja frá því að við erum að vinna í úrbótavinnu þar. Og bara með þessu sem að framangreinir þá í rauninni það mjög lítið sem að á eftir að gera til þess að klára skipuritið. Auðvitað þurfa taka breytingar ákveðin tíma til þess að fara að virka almennilega. Við sjáum samt að stjórnsýslan farin að virka aðeins betur, við erum að svara fyrr, við erum að framfylgja lögum sem að okkur ber aðeins betur og það er mjög mikilvægt hjá okkur að setja okkur svona markmið, þjónustumarkmið bæði og bara markmið í því hvernig við ætlum að geta mælt það hvort að við séum að gera hlutina betur núna heldur en áður og sú vinna í gangi. Ég held að bara það verður gaman að koma eftir hálft ár að segja ykkur þær framfæri sem að hafa átt sér stað en við erum bara virkilega bjartsýn og staðan á stjórnsýslunni virkilega góð. Tillögur sérfræðingsins eru komnar í verk og í gildi þannig að það verður flott að vinna núna í fullmönnuðu Ráðhúsi að nýju. Takk fyrir. Kannski eitt til þess að bæta við. Við áætlum að halda íbúafund í fjarfundi í byrjun febrúar þar sem við förum yfir fjárhagsáætlun 2021 og greinum aðeins betur frá þeim skipuritsbreytingum og stjórnskipulagsbreytingum sem hefur átt sér stað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Ég gef orðið laust. Magnús Smári, beðum orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir þetta, forseti, ágæta sveitarstjórn og áheyrendur. Ég bara ætla að fagna þessu tímamótum. Virkilega ánægjulegt að sjá að þessar breytingar sem að lagðar voru til fyrir þó nokkuð síðan og hefur verið unnið mikið séu að komast í gagnið og það líka ánægjulegt að sjá að það sé ekki bara að komast í gagnið heldur að sjá þær virka vel. Það er gott að sjá einmitt allar stöður verða mannaðar af öflugu fólki en mér langar líka að nota tækifærið og þakka þeim sem hafa staðið vaktina meðan að þessar breytingar voru því það hefur verið mikið álag á svona kjarna starfsfólk, fólk sem hefur staðið vaktina meðan þessar breytingar hafa verið í gangi og þakka þeim kærlega fyrir sitt framlag. Og ég held að þetta sé gríðarlegt tækifæri fyrir okkur til þess að gera þessar svona úrbætur og breyta svolítið menningunni í kringum stjórnsýsluna í þetta sem að farið var yfir áðan að vera svolítið þjónustu miðaðri og svona í öflugri í svörun í fremstu snertingu eins og voru að tala um. Og ég eiginlega alveg sannfærður að þetta á eftir að verða svona mikið til bóta bæði bara fyrir okkur sem störfum í þessu en ekki síður og það er kannski það mikilvægasta fyrir íbúana sem eru notendur þjónustunar. Þannig að ég bara virkilega ánægjulegt að sjá þetta raungerast svona og okkur bara til hamingju með það. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust að nýju. Ég
ætla kannski að nýta tækifæri og taka aðeins undir bara með Magnúsi. Þakka sérstaklega starfsmönnum og öðrum sem að hafa staðið í ströngu til að koma þessum breytingum í gegn og það var náttúrulega farið í yfirgripsmikla greiningarvinnu hérna sem að stóð yfir í töluverðan tíma og voru fengnir sérfræðingar að borðinu til að fara yfir þá þætti sem að virkilega og nauðsynlega þurfti að styrkja, verklega þætti, faglega þætti, hvernig bara erindum var svarað og hvernig við getum látið þetta virka allt sem best innan stjórnsýslunnar. Og það var líka leitað til starfsfólks og það var leitað til íbúa og kjörinna fulltrúa og það er virkilega gaman að sjá að þessar breytingar séu nánast allar að verða komnar í framkvæmd og ekki lengri tíma þetta, þrátt fyrir COVID og allt það. Og það eru bæði stóra breytingar, það eru breytingar á skipuritinu, það eru breytingar á verklagi, það er aukin áherslu á þjónustu og svo er líka gaman að sjá litlu athugasemdirnar sem maður sá samt oft koma í gegnum ábendingar íbúa, til dæmis bara það að hafa ráðhúsi opið í hádeginu. Það er líka komið til framkvæmdar og ég persónulega held að það sé mjög gott skref af því það er oft sem að fólk þarf að leita einmitt þegar það er í hádegismat í ráðhúsið. Þannig að það er bara framfara skref líka. En að því sögðu gef ég orðið laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá þakka ég bara Þórdísi fyrir góða kynningu og treysti bara á það að íbúar fjölmenni á netið til að fylgjast með íbúafundi sem framfer á næstu vikum sem þetta verður kynnt nánar. Og við munum halda okkur við það fyrirkomulega að vera með svona slætóspurningar í lokin þannig að þið getið þá líka varpa fram ykkar spurningum til kjörinna fulltrúa eða starfsmanna sveitarfélagsins í lokin. En þá erum við komin að dagskrárlið 11 og í þann fasa að leggja fram fundargerðir. Það er fyrst lögð fram fundargerð byggðaráðs frá fundi ráðsins númer 547 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Halldóra. Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mig langar aðeins að kveða með hljóðs undir 9. lið þessarar fundargerðar sem er skýrsla sorpurðun á Vesturlandi og aðeins að hvetja bæði íbúa og sveitarstjórnarfulltrúa til þess að kynna sér þessa skýrslu. Það er búin að fara þó nokkuð mikið vinna með öllum sveitarfélögunum sem að sorpurðun Vesturlands standa til þess að fara yfir hver staðan er og hvert við stefnum og meginniðurstaða skýrslunar er svo að ákveðnum markmiðum sem sett voru í síðustu svæðisáætlun hefur ekki verið náð. Til dæmis var í síðustu svæðisáætlun lögð áhersla á það að hætta urðun lífræns og brennanlegs úrgangs eigi síðar en árinu 2020 en þeim markmiðum verður ekki náð. Við þurfum hins vegar að halda áfram að vinna í átt að þessu markmiði og það er stefnan að gera það. Það er mikill stuðningur við það en þá þurfum við líka aðeins að skoða í framhaldi hver framtíð fíflholta er og þar sem þetta fíflholt eru í okkar sveitarfélagi þá skiptir þetta okkur og okkar sveitunga mjög miklu máli. Við þurfum til dæmis og það verður farið yfir það á eigendafundi að athuga hvernig við ætlum að standa að urðun á sorpi og við höfum talað það að við viljum sjá að áfram verði urðaður óvirkur úrgangur í fíflholtum og til þess að óvirkur úrgangur teljist sem slíkur þá þarf lífræni hluti hans að vera minna en 6% og við þurfum að draga líka úr urðun, það er eitt af markmiðum þessara félagsskapar að draga úr urðun og ná urðunar hlutfalli niður fyrir 10% en það sveitarfélag sem best stendur sig í þessu máli er í 40% í dag þannig að við eigum þó nokkuð mikið í land þarna. Annað sem við þurfum svolítið að skoða og þá á stærri, með öðrum sveitarfélagum það er hvort og hvar að byggja upp brennslustöð fyrir sorp því að það er eitthvað sem bara við sem land þurfum aðeins að
horfa í og taka ákvörðun hvernig við stöndum að því. Og eitt af því sem hefur verið rætt á þessum fundum hvort að byggja brennslustöð á suðvesturhorninu eða annars staðar á landinu, annarkvort fyrir ákveðið landsvæði eða fyrir landið hreinlega í heild sinni. En þetta allt saman stórar og ákvarðanir og sem að kosta mikið, en það sem við vorum allavega sammála við og Finnbogi Leifsson sem situr einnig með mér í þessari nefnd var að við vildum sjá að áfram urðaður óvirkur úrgangur í fíplöltum en að lífrænt sorp færi annað meðal annars til vinnslu. En allavega mig langar að hvetja ykkur til þess að lesa þessa skýrslu og kynna ykkur hana vel því að það áætlaður eigendafundur á næstunni. Það reyndar fleiri mál þannig að mig langar að fagna því að við erum búin að vera úthlutað þó nokkuð á lóðum og meðal annars var úthlutað lóð í Varmalandi þar sem ekki hefur verið úthlutað í mjög langan tíma. Fagna því að það sé uppbygging að fara fram þar og einnig hefur verið að úthluta lóðum í Borgarnesi og Hvanneyri sem bara mikið fagnaðar efni að við erum að stækka þetta sveitarfélag og mikil uppbygging í gangi. Já, ég hugsa að láta þetta duga í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs? Davíð hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Davíð. Forseti, góða sveitarstjórn. Mér langar einnig eins og Halldóra að taka undir það. Ég fagna því að nú sé að fara á stað uppbygging á Varmalandi og búin að kynna mér málið nokkuð og það virðist vera að myndast svolítið mikill áhugi á frekari uppbyggingu þarna. Það hafa þó nokkrir aðilar rætt við mig að þeir séu áhugasamir að fara að byggja þarna. Við eigum þarna 11 einbýlishúsalóðir held ég og nokkra parhúsalóðir. Þess vegna hefði ég talið ákjósanlegt að sveitarstjórn gæfi sér tíma núna þessu ári. Ég geri mig grein fyrir því að það ekki áætlað neina gatnaframkvæmdir á þessu ári. Að greina það fyrir næstu fjárhagsáætlun kostnað við að fara í frekari gatnagerð í þessu skipulagða hverfi okkar þarna á Varmalandi. Og já, óska bara eftir því að sú greining fari fram. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs? Halldóra Lóa, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu sveitarstjórn, ég vissi ég var að gleyma ykkur í hann áðan. Það 14. liður, mér langar að kannski fara fram á það að verði haldinn vinnufundur með sveitarstjórn þar sem við komum aðeins saman og ræðum minnisblað rýnihóps eiganda Orkuveitu Reykjavíkur. Förum aðeins yfir þetta minnisblað og ákveðum næstu skref í þeim málum. Það svo sem ekki að fara yfir eitthvað minnisblaðið per se, en þarna mikið af upplýsingum, tölulegum upplýsingum sem við þurfum aðeins að rýna í og ákvarða hvað við gerum með þær. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 547? Svo virðist ekki vera, telst þá sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að framlagning á fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 548 og gefur forseti orðið laust þá fundargerð.
Magnús Mári hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Það var nú bara einn liður á dagskrá á þessum fundi, heitir grunur rakamyndun í grunnskóla Borgarfjarðar Reykjardeild. Og það er kannski bara svona til upplýsingar að þá er ástand hússins þar með þeim hætti að það hefur þurft að grípa til ákveðna svona aðgerða til þess að draga úr annars vegar rakamyndun og mögulegri myglu í því húsi og hefur verið gripið til ákveðna bráðabirgða aðgerða í tengslum við það sem að gefur okkur tækifæri eða er með þeim hætti að hægt er að tryggja að húsnæðið sé öruggt í það minnsta í einhverja mánuði. Og það er gott að það var hægt að fara eftir niðurstöðum og skýrslu sem var gerð fyrir okkur af Eflu, þar sem var lagt til ákveðna svona bráðaaðgerðir. En enga síður þá er þarna ærið verkefni framundan. Við þurfum að rýna vel í það hver besta leiðin er til þess að byggja eða gera endurbætur á húsnæðinu þarna, þannig að það bæði sé heilsusamlegt og öruggt og eins líka bara þjóni skólanum þarna til lengri framtíðar. Þannig að það er allavega gott að það sé búið að komast í veg fyrir mesta vandann og þarna sé búið að tryggja öruggt umhverfi til bráðabirgða í það minnsta. En minn okkur á leið að við þurfum að bretta bermar í þessu og taka ákvörðun hvernig við ætlum að útfæra þessar endurbætur sem þarna er nauðsynlegt að fara í. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðaráðs? Forseti bendir á að það er komið kaffi fyrir sveitarstjórnarfulltrúa ef þeir vilja fylla bollana og svona á borðinu á bakvið. Eitthvað með því kannski. En að því sögðu þá segi ég fundargerð frá fundi byggðaráðs nr. 548 framlagða. Og þá erum við næst komin að fundargerð frá fundi byggðaráðs nr. 549 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Guðveig hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Mér langar að kveða með hljóðs undir lið númer 3 sem ber heitið ársreikningur 2020 innri endurskoðun og þá langar mér sérstaklega til þess að kveða með hljóðs vegna þess að á fundinum var lagð fram til kynningar skýrsla KPMG skoðun á innra eftirlit og fjárhagskerfi ársins hjá Borgarbyggð og það voru gerðar athugasemdir og ábendingar og einnig koma fram í þessari skýrslu tillögur og úrbótum. Það sem að ég var ósátt við og er ósátt við er það að mér sé tjáð það að það gildi trúnaður þetta og þetta sé upplýsingar sem séu ekki opinberar og mér finnst það sérstakt á okkar tímum þar sem að gegnsæi skiptir öllu máli að íbúar sveitarfélagsins geti ekki fylgst með málum eins og þessum og mér þykir það líka slæmt af því að til að mynda eru þarna ábendingar sem við í Framsóknarflokknum hefur bent á sjálf og ég kem eiginlega bara upp til þess að lýsa óánægju minni með það að það sé fullyrt við okkur að það sem framkomið þessari skýrslu og upplýsingar ábendingar sé trúnaðarmál sem að sveitarstjórnarfulltrúar einir megi eiga fyrir sig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust. Halldór Lóa hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Halldór. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Þessi skýrsla er að svo stöddu vinnugagn og á blaðsíðu 2 kemur fram í henni
Í skýrslu þessar upplýsingar sem eru fyrst og fremst ætlaðar stjórnendum sveitarfélagsins. Upplýsingum öll mikilvæg atriði sem fjallað í skýrslunni verði komið á framfæri við sveitarstjórn í endurskoðunarskýrslu okkar. Innihald skýrslunar ekki ætlað til opinberrar birtingar án okkar samþykkis. Þetta eru bara nákvæmlega þau fyrirmæli sem við fáum. Þetta vinnugagn fyrir stjórnendur í sveitarfélaginu til þess að bregðast við og vinna úr. En þetta ekkert sem verður ekki birt eða verður eitthvað leyndarmál eða bara fyrir okkur að hafa. Við erum að fara að vinna með þetta og þetta mun koma fram í endurskoðunarskýrslu sveitarfélagsins sem verður lögð fram fljótlega. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Kannski aðeins til að bæta við þetta að umræðan á þessum tiltekna byggðarráðsfundi snerist líka svolítið það að við vorum að ræða hvers vegna þetta væri trúnaðargagn og að við ætluðum að afla frekari upplýsingum það hvers vegna þessu stigi málsins þeir sem vinna skýrsluna telja að hún skuli vera trúnaðargagn. En það væntanlega vegna þess að þá eftir að taka afstöðu til einhverja ákveðna atriða sem koma fram í endurskoðunarskýrslunni með þessum niðurstöðum. Þannig að þær séu ekki birtar bara hráar svona. En það var allavega töluverð umræða þetta og við vorum öll bara sem tókum þátt í henni og vorum svona veltaði fyrir okkur hvers vegna þetta væru trúnaðarupplýsingar. En ég gef orðið laust að nýju. Guðveig, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn, eins og formaður byggðarráðs nefndi þá kemur einmitt fram hjá KPMG að þetta sé ekki til birtingar nema í samráði við KPMG, þannig að þá spyr ég hvort að það verði óskað eftir því við KPMG að þetta veri birt og ég náttúrulega tek það fram líka að í þessari skýrslu koma fram tillögur og úrbótum og viðbrögð stjórnenda Borgarbyggðar, þannig að mér finnst það nú bara að vera mjög upplýsandi við þær ábendingar sem koma, þá eru bæði tillögur að úrbótum og viðbrögð stjórnenda þegar komið fram í þessari skýrslu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust að nýju. Þórdís Sif hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, í bókun málsins þá kemur fram að því sé frestað, eða umræðum það sé frestað til næsta fundar. Við erum að leita til KPMG sem að vann skýrsluna til þess að sjá í rauninni með hvaða hætti við getum lagt fram þessar upplýsingar og þá tekið til umræðu, bókuðum þær eða nýttar til annarra hluta. Þannig að í næstu viku þá verður þetta fyrir byggðarráðið að nýju til kynningar og umfjöllunar og þá fáum við svona skýrari mynd af því hvernig við getum nýtt þær upplýsingar sem þarna koma fram. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs? Davíð, gjörðu svo vel. Forseti ágæta sveitarstjórn, mig langar að taka aðeins til máls undir lið númer 4. Mér finnst ekki alveg nógu upplýsandi bókunin. Þetta tilboð í innheimtuþjónustu fyrir Borgarbyggð. Kemur hérna fram byggðarráð felur sveitarstjóra að ganga til samninga við innheimtufyrirtæki alla innheimtu sveitarfélagsins. Hvort innheimtufyrirtækið verið að ganga til samninga? Ég næ ekki að sjá það út úr bókuninni allavega. Svo langar mig líka að spyrjast fyrir lið númer 5, húsnæðismál stjórnsýslunnar. Les ég það rétt út úr þessari bókun að það sé búið að taka ákvörðun það að stjórnsýsluhúsi verði áfram á þeim stað þar sem það og verði farið í endurbætur á því húsi og umræður aðra staðsetningu séu ekki lengur inn í myndinni. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Mjög góð ábending varðandi lið 4. Þetta ekki mjög lýsandi bókun og það hefur líklega bara
farist fyrir að setja nafnið þann inn í, þannig að við bara tökum það til. Nei, það hefur ekki farist fyrir. Þannig að ég náttúrulega sat ekki undir þessu lið, þannig að Þórdís Sif ætlar að veita andsvör. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, það var í rauninni ákveðið þannig að taka ekki afstöðu til þess þarna á fundinum til hvaða aðilar skyldi, eða við hvorn aðilar skyldi samið, heldur myndi þetta vera skoðað aðeins nánar af sveitarstjóra og starfsmönnum ráðhússins þegar að undirritaður samningur, eða samningur verður undirritaður þá með fyrirvari samþykki byggðarráðs og hann verður lagður þá að nýju undir. Það eru ákveðin atriði sem við þyrftum kannski bara að fá aðeins skýrari mynd af og skoða bæði tilboðin betur til þess að geta í rauninni tekið ákvörðun og í rauninni var það byggðarráð sem að treysti sveitarstjóra til þess að taka ákvörðun hvort yrði samið. Varðandi húsnæðismálin þá var ákveðið að gera þessar nauðsynlegustu endurbætur á ráðhúsinu sem að þarf að gera akkúrat núna til þess að koma í rauninni í samræmi við það sem var gert á Kleppjárnsreykjum til þess að koma í veg fyrir meiri skaða af þeim skemmdum sem þar eru. Það er ekki búið að strika út af dagskrá það að skoða aðra möguleika, það er ennþá í vinnslu og vonumst við til þess að geta, eða bara á næstu dögum og vikum verður það tekið að nýju fyrir þá byggðarráði og þá þurfum við bara að taka betri umræðu það. Þannig að það er ennþá inn í myndinni að skoða aðra staðsetningar eða þá frekari lagfæringar á ráðhúsinu okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Guðveig, gjör svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég ætlaði bara að nota tækifærið af því að það er sem sagt allnokkrir liðir hérna í lok fundargerðinni það sem er úthlutunar á lóðum sem er mjög ánægilegt en mér langaði bara að endurtaka það sem ég nefndi á þessum fundi sem ég tel mjög brýnt af því að við höfum úthlutað á síðustu árum, allavega síðustu 6 árum hefur mikil fjöldi lóða verið úthlutaðar hérna í sveitarfélaginu en því miður þá hefur ekki eins mikið af þessum lóðum höfum ekki eins mikið séð rísa á þessum lóðum og ég veit að það er verið að klára að útbúa í rauninni reglur, skýrari reglur það hvernig reglur þessar úthlutanir eru og hvernig þeim verður framfylgt og ég ætla bara að brýna okkur í því að fylgja því eftir. Það er dapurlegt að hugsa nokkur ár aftur í tímann og telja upp í huganum allan það lóði sem við höfum verið að úthluta sem ekkert hefur verið gert á af því að við erum náttúrulega að gefa fordæmi með þessu og ég held að við þurfum að brjóta upp það munstur sem hefur verið í þessu málum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs? Svo virðist ekki vera. Ég tek reyndar undir með Guðveig hvað þetta varðar. Við þurfum að vera svolítið vakandi og fylgja eftir þegar við erum búin að úthluta lóðum. Og maður hefði alveg viljað sjá fleiri verkefni koma til framkvæmda á liðnu ári en það er náttúrulega ýmislegt spilað inn í kannski. Davíð Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn aðeins að taka undir þetta með Guðveigu og ég velti því líka fyrir mér, er nauðsynlegt að breyta úthlutunarreglunum enn einu sinni? Er ekki nokkuð skýrt hvað á að gera þegar að framkvæmdir er ekki hafnar? Það var skýrt í gömlu reglunum, það er skýrt í nýju reglunum. Ég sé ekki tvíti fyrirstöð að innkalla lóðir og auglýsa þær aftur ef að menn hefur ekki framkvæmdir. Ég held að þetta snúist meira að gera það bara. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust að nýju.
Þórdís hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það verið að gera nýtt í rauninni form af lóðaleigusamningum, þar sem eru ítarlegri og meira upplýsandi, en við þurfum að gera líka að hluta til breytingar á úthlutunarreglum og það í vinnslu. Við munum svo bara kynna það í rauninni leið og tillögurnar eru komnar fram á byggðarráðsfundi og þá væntanlega skipulags- og byggingarnefndarfundi jafnframt. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveðja sér ljóðs? Svo virðist ekki vera. Telst á fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 549 framlögð. Þá erum við komin að 14. lið á fundardagskrá og það fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 110 og ætlar Silja Eyrún Steingrímsdóttir, formaður nefndarinnar, að koma að fylgja úr hlaði. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðri fundamenn. 110. fundur velferðarnefndar Borgarbyggðar var haldinn á Teams 5. janúar síðastliðinn og fyrsti liður var eins og ávallt trúnaðarbók og síðan fjölluðum við gjaldskrárhækkanir sem voru samþykktar áðan og þessar breytingar á reglum Borgarbyggðar fjárhagsaðstoð. Fjórði liður fjallaði öryggisþjónustu en þeim lið var frestað til frekar umræðu á næsta fundi þar sem voru ekki nógu mikið á gögnum þar undir. Fimmti liður var COVID-19 og þá stöðu sem í stofnunum hjá okkur og eftir því sem við best vitum þá gengur bara ágætlega. Öll starfsemi virk og það hefur reyndar borið aðeins af því að dósamóttakan að fyllast og þá þurfum við að loka tímabundið en þau auglýsa yfirleitt á Facebook síðu Öldunar og eða Borgarbyggðarsíðunni þannig að ef fólk að koma langt að með mikið af dósum þá erum að gera heyra í þeim fyrst áður en fólk leggur á stað. 7. liður var svo kynning á móttöku flóttafólks sem hægt sem okkur stendur til boða ásamt fleiri sveitarstjórnarfulltrúum sem við vorum reyndar búin að fara aðeins yfir áður. En fleiri var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Ég gef orðið laust með svo fundargerð velferðarnefndar. Magnús Mári, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta sveitarstjórnarfólk og áheyrendur. Þakka Silju fyrir þessa yfirferð. Ég ætla að taka til máls undir lið 7 sem kynning á móttöku flóttafólks og kannski bara hvetja okkur til þess að halda áfram að fylgjast með þessu máli. Þarna í rauninni verið að leita sveitarfélagana það að koma að verkefni þar sem að tekið á móti flóttafólki og það fylgir auðvitað svoleiðis verkefnum bæði ríkar skyldur en líka mikill ávinningur sem við höldum megum ekki gleyma. Það er búið að svona kannski endur hugsa aðeins þessa hluti og skilgreina betur og samstarfið við ríkið á samkvæmt þessu svona þessari nýju nálgun að vera öflugra sem gefur okkur kleift að gera þetta með skilvirkari hætti og á ekki að koma niður á okkar þjónustu á neinu leyti ef vel að því staðið. Mér langar bara að minna okkur á okkur ber að sjálfsögðu skylda til þess að taka þátt í svona verkefnum ef við mögulega getum og ég held að þetta gæti orðið í rauninni verkefni sem yrði okkur til sóma en bara í rauninni við eigum alveg eftir að rýna betur ofan í þetta og mér langar að hvetja okkur öll til þess að svona kannski taka þessum upplýsingum með opnum huga og rýna betur í þetta hvaða tækifæri við sjáum fyrir okkur og þá mögulega nýja íbúa sem kæmi þessa leið sem ég held að það væri bara mjög gagnlegt.
Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Silja, Eyrún, gjör svo vel, Silja. Já, forseti og aðrir fundamenn. Ég get bara alveg tekið undir þetta með þér, Magnús, og ég held að sé alveg að gera að við þykjum það að fá þessa kynningu, bæði velferðarnefnd og svo aðri sveitarstjórnarfulltrúar og bara við skoðum þetta bara mjög vel. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Svo virðist ekki vera. Telst þá fundargerð velferðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 110 framlögð. Þá erum við komin að 15. lið á fundardagskrá, en þar lögð fram fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 20 og ætla Guðmundur Freyr formaður nefndarinnar að fylgja þessari fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og áhorfendur. 20. fundur skipulags- og byggingarnefndar var haldinn 8. janúar síðastliðinn í fjarfundi og 10 mál voru á dagskrá fundarins. Í fyrsta liði fjallaði fyrirspurn Veitna vegna endurnýjunar og lagningu nýrra fráveitulagna og vatnsveitulagna á Hvanneyri og telur nefndin framkvæmdina ekki vera framkvæmda leyfis skylda þar sem hún breytir ekki ásýnd landsins. En við nefndinu lögðum samt áherslu á að framkvæmdin væri kynnt fyrir íbúum og leggur áherslu á gott samstarf við sveitarfélagið þar sem að ræða framkvæmd í landi í rauninni í umsjón sveitarfélagsins. Í sama máli er lagnarleiðin, hún fer inn á friðland, fuglafriðlandið við Hvanneyri og Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemd við lagnaleiðina eða framkvæmdina. Svo fjallaði mál frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa sem hafa komið fram hérna fyrir fundinum. En það er svona þó nokkuð byggingarleyfis umsóknir þar sem að þær samræmast í rauninni ekki alveg gildandi deiliskipulagi á viðkomandi svæðum og þá er yfirleitt fara málin yfirleitt koma til okkar og fara til grenndarkynningar þar sem að frávikin eru yfirleitt minni háttar. Svo var kynntur uppdráttur á samningi vegna reksturs tjaldsvæða í Borgarnesi og á Varmalandi. Nefndin fjallaði erindi frá Vegagerðinni vegna námuleyfis sem var veitt 2. júlí í fyrra og að ræða aukna efnistöku vegna framkvæmda við Hvítársíðuveg og nefndin telur rauninni aukið magn rúmast innan útgefins leyfis. Einnig í sama erindi kynnt fyrirhuguð aðgerð til þess að verja veg nr. 550 Kaldadalsveg en sú framkvæmd felur í sér tilfærslu efnis í og við Geitá og telur nefndin framkvæmdina ekki framkvæmdaleyfisskylda þar sem hún felur ekki í sér breytta ásýnd svæðisins og bara gott að verja veginn þarna á þessu svæði. Svo fjallaði byggingarleyfis umsókn Nóntún 7 en afgreiðslu málsins var frestað sem óska eftir frekari gögnum og svo var fund að gera afgreiðslu fundar byggingarfulltrúa lögð fram og ekki var fleira gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. En ég gef orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, bara allt kýrskýrt. Þannig að þá telst fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 20 framlögð.
Og þá erum við komin að 16. og jafnframt síðasta lið á fundardagskrá. Þar er lögð fram fundargerð 20. fundar atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Og ætlar Magnús Smári, varaformaður nefndarinnar, að fylgja þessari fundargerð úr hlaði. Gjör svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það, forseti, og ágæta sveitarstjórn, áhorfendur. Þessi fundargerð er númer 20, þannig að það er búið að halda 20 fundi í þessari nýju nefnd og þarna voru 5 liðir á dagskrá. Fyrsti liðurinn bar heiti stýrihópur markaðsstefnumótun borgarbyggðar, en í kjölfarið á markaðsstefnumótun sem var unnin fyrir sveitarfélagið og kynnt hér einmitt í þessu húsi, þá var settur á laggirnar stýrihópur sem átti að fylgja henni svolítið eftir og gera aðgerðaráætlun, þar sem átti að forgangsraða þeim atriðum sem komu fram í stefnumótuninni, sem eru mörg og mikilvæg öll, en kannski svona áríðandi eða auðvelt að grípa í, og stýrihópur þessi hafði sem sagt þá lokið störfum og hafði lagt fyrir fundin minnisblað, þar sem að í rauninni hann leggur sjálfan sig niður og við þökkuðum honum náttúrulega sjálfsögðu fyrir velunnin störf. En annar liður tengist þessum fyrsta lið beint, því að sá liður heitir Markaðsmál 2021 og þar höfðum við í rauninni fengið þennan aðgerðalista sem þessi stýrihópur hafði unnið fyrir nefndina og sveitarfélagið. Þá var hann lagður fyrir fundin. Þar er búið að forgangsraða í 4 eða 5 flokka eftir svona mikilvægi og möguleikum á að grípa strax til aðgerða. Það er kannski rétt að taka fram að mörg af þessum verkefnum sem eru sem sagt á þessum aðgerðalista eru nú þegar í vinnslu. Eins og við vitum og höfum séð, það er verið að vinna töluvert vinnu í markaðsmálunum nú þegar. En þarna við fórum svolítið vel yfir þetta og vorum sammála að þetta væri bara fín forgangsröðun og ætlum í rauninni að taka bara þennan aðgerðalista fyrir á fundi nefndarinnar bara á næstu fundum fram á sumar í það minnsta, og þá gerir ég ráð fyrir að það verði unnin svona ákveðin bara tímaáætlun í sambandi við það, forgangsröðun sett upp á tímaás og raða þannig að við sjáum með hvað hætti á hvaða tímabilum við komumst í verkefnin og eins náttúrulega bara hvernig þau eru fjármagnuð. En ég er bara mjög ánægjulegt að þetta sé komið á þennan stað og nú er hægt að taka til hendinni í þessu. Þriðji liður á dagskrá fundarins hét samstarfssamningar hátíðar í borgarbyggð, en sem sagt nefndin ákvað á síðasta ári að gera samstarfssamning við forsvarsmenn stærstu hátíða í borgarbyggð árið 2021. Þetta er í rauninni orðin hluti af menningarstefnunni okkar sem var endurskoðuð að leggja áherslu á að reyna svona að styðja sérstaklega við ákveðnar hátíðir sem hafa fest sig í sessi í sveitarfélaginu, og fyrir þessum fundi lá í rauninni bara samningur eða drög að samningi sem verður svo lagður fyrir byggðar á líka, þar sem að verið er að svona útfæra það með hvað hætti væri hægt að gera samning við þessar hátíðir. Það er ekki búið að niðurnegla nákvæmlega fjármuni í þetta, en einhver fjárhagsleg aðstoð myndi felast í þessu, en einnig líka bara stuðningur stjórnsýslunnar Ráðhússins og okkar við hátíðarnar, og það er svona skilgreint betur í þessum samningum með hvað það ætti að vera. Þá er hér fjórði liður, það er málefni hugheima, en hugheimar eru frumkvöðla og nýsköpunar setur sem hefur ekki haft í rauninni físíska aðstöðu núna þó nokkurn tíma, en var stofnað á sínum tíma til þess að annars vegar svona vera vettvangur fyrir frumkvöðla og nýsköpunar starfsemi í borgarbyggð og var með aðsetur á Bjarnabraut 8, þar sem voru skrifstofurými sem þeir sem voru svona að stíga sér fyrstu skref í að stofna fyrirtæki og komast frá stað gátu haft aðsetur. Það hefur ekki verið með þeim hætti í svolítinn tíma, og við teljum kannski vera komið þarna tækifæri til þess að svona lífga aðeins upp á þetta félag. Þetta er í rauninni félag sem að hagsmunaaðilar standa að, borgarbyggð að sjálfsögðu, og þarna eru Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi með fulltrúa inn í stjórn, og Arion banki, Kaupfélag Borgfirðinga,
Menntaskólinn hefur komið inn á þetta aðeins þannig að það væri gott og ég held að sé tími til við ætlum að fá stjórn eða einhverja úr stjórnin á næsta fund nefndarinnar og reyna að finna út úr því hvernig við getum svolítið stuttu þessa starfsemi og fundið leið til þess að efla þetta. Þetta sennilega svona með því skilvirkara eða mikilvægara sem getum gert á svona tímum eins og núna þar sem við þurfum svo sannarlega á því að halda að efla atvinnulíf og nýsköpun en þarna svolítið kannski bara hægt að horfa á ákveðnar fyrirmyndir eins og að gerast til dæmis eins og Akranesi á nágrönnum okkar. Virkilega gaman að sjá það sem að gerast á Breiðinni þar sem að nýsköpunarsetur hefur verið sett á stað og það eru uppi hugmyndir innan samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi veit ég að stofna svona nýsköpunarklasa eða sem sagt samstarf þeirra sem standa þessum málum á Vesturlandi í gegnum SSV. Þannig að ég held að sé komin tími á að hrista þetta ágæta verkefni aftur í gang. Að lokum var þá 5. liður áfangastaðaáætlun Vesturlands fyrir árin 2021-2023 en það hafði sem sagt verið óskað eftir því eða okkur bent á að það gæti verið gott að bæta við 2 verkefnum í Borgarbyggð í áfangastaðaáætlun Vesturlands og nefndin í rauninni gerir enga athugasemd við það og samþykkti að bæta þessum 2 verkefnum inn á þennan lista og það sem sagt Lundareykjadalur gönguleið að Pétursvirki og heitum Laugum sem þar eru nálægt og svo hitt sem kallað vatnaleið gönguleið milli Hreðavatns og Hlíðavatns og við náttúrulega bara tókum vel í þetta og leggjum þetta til. Fleira var ekki gert á þessum fundi en ég svaraði sjálfsögðu spurningum varðandi fundin eða nefndina ef einhverjir eru. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust þessa fundagerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerð frá 20. fundi atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar hér með fram lögð. En kæru fundamenn, þá dagskrá fundar tæmd og forseti vill sérstaklega þakka Kvikmyndafélagi Borgarbyggðar fyrir Borgarfjarðar. Davíð hafði beðið orðið. Það þá væntanlega undir fundargerðinni sem við vorum að leggja fram áðan. Nei, bara svona, utan dagskrár. En ég ætla allavega að gefa Davíð Sigurðssyni orðið. Gjör svo vel, Davíð. Forseti ágæta sveitarstjórn, ég biðst afsökunar á að tróða mér inn hérna. Bara ein smá spurning varðandi dagskrá fundarins. Ekki venjan að leggja fram fundagerð síðasta sveitarstjórnarfundar líka? Þá það misskilningur hjá mér. En það ein fyrirspurn sem ég langar að leggja fram og það að á fundi sveitarstjórnar nr. 203 þann 10. september 2020 þá samþykkti sveitarstjórn að færa eignarhald fjallhúsa á Arnarvatnsheiði yfir á sjálfseignarstofnun Arnarvatnsheiðar og Geitlands. Mér langaði bara að spyrjast fyrir það hverju það sætti að það væri ekki búið að ganga frá því enn þann dag í dag. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Nú þetta í sjálfu sér ekki inn á dagskrá fundarins. Það spurning, vil ég að þessu sé vísað inn í byggðaráð til umræðu eða vil ég að ég taki þetta inn með afbrigðum á fundin eða hvað? Þessu vísið inn í byggðaráð? Já? Já, flott. Þá óskar forseti eftir því að sveitarstjórnarfulltrúar taki afstöðu til þess hvort að fyrirspurn Davíðs verði vísað inn í byggðaráð til frekari umfjöllunar og umræðu þar og ég bið bara þá fulltrúa vinsamlegast að gefa merki sem eru því samþykkir. Og það samþykkt og þá verður fyrirspurninni svarað þar inni og kemur þá væntanlega inn á næsta sveitarstjórnarfund. En að því sögðu þá dagskrá fundar tæmd og forseti vill sérstaklega þakka Kvikmyndafélagi Borgarfjarðar fyrir gott samstarf þessa fyrstu útsendingu á sveitarstjórnarfundi. Þetta mjög mikilvægt framfaraskref og gaman að geta loksins streymt fundunum beint.
Eins þakka forseti starfsmanni fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarmanni fyrir fundasetuna og góðar og málefnalegar umræður og segi þessum fundi slitið.